Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag ætlum við að nýta flugu sem er eftir Helgu Gísladóttur veiðikonu og flugurnýtara sem heitir Moonshine og hún er svona í sirka á þessar útgáfu eins og ég ákvað að nýta hana. Getur nýtt hana með gulri kúlu, gullitaðri segi eða brons eða appelsínu gulri og svo er skottið einhvern veginn í svona einhverjum glóbrætt litum grænt, appelsínu gult rautt og við bara hefjumst handa. Ég er að nota sem sé RX 554 númer 12 check mini jig og þráð eru að nota 30 denier sem sé nanosilk svartan og kúlan er 3,8 ml sem sé frá Semperfly. Það mætti alveg á þennan krók 12, dálítið stórt, mætti alveg að nota 4,6 mm kúlu. Það er bara eins og sem smekksatriði hversu hröðu vatnið er að veiða þetta og slíkt. En þessi fluga hefur virkað. Þetta er náttúrulega 19 jig krók sem er vinsælt í dag, trend. Skottið á flugunni er úr glóbrætt sem sé floss, brættfloss glóbrætt frá Semperfly Scarlet. Þetta er appelsínugult bara. Og ég er búinn að klippa til hérna út í það. Þetta eru bara nokkrir þættir en ég tek það bara frá saman og þetta eru þá 4 þættir saman í skottið. Við öfnum þetta hérna út, svona. Nýtum þetta hérna niður og reynum að halda því ofan á önglunum. Svona. Svo klippum við skottið, sjálfsögðum. Það er eitthvað hérna. Það má vera lengra. Og sem við sjáum, það verður alveg eftir af þessum 4, þú veist að nota þetta bara í aðra svona flugu. Vöfin erum við með sem sé kopparvír í 0,2 eða 3. Ég er búinn að klippa hérna til og festum þetta niður. Og svo er búkefni í þessari flugu. Það er eitthvað sem Helga hefur greinilega fundið út í fundurbúð því að þetta finnst ekki held í veiðibúðum. Ég man ekki hvaða fundurbúð hún sendi mig til þess að kaupa þetta, en þetta er hérna póka, þetta eru fleiri metrar og þetta er eins og ég sjáu kannski að þetta er endurskins þráður og hann er hvað ætla að sé 1,5 mm á breidd, kannski. Ég er búinn að klippa hérna af honum. Við getum byrjað að festa niður. Og svo verður búkurinn eða ætti að vera hann að tapiraði fram á við eins og hægt er. Það er náttúrulega samt kannski ekki alveg eins auðvelt að stjórna þessu efni eins og þetta er ekki mjög teygjanlegt eða slíkt. En við gerum okkar besta samt. Við sjálfum fram í þetta. Meðan aftur og bak. Og við förum ekki með hann alveg alla leið aftur heldur hingað og eins og fram og þykkanar hún svona upp. Svona. Festum þetta hérna. Og svo notar hún í sína original Moonshine flugu, notar hún sem sé Peacock fanir og
að því ég er að vinna með Semperfly, þá er Semperfly konið með sem sé Synthetic Peacock sem er bara alveg eins og Peacockin nema bara þetta glampar meira á þetta og þetta er ekki ljótara efni en áður við setjum Peacockin á þá ætlum við að vefja þræðinum á búkinn, hann kemur hér og að því þetta efni er svona eins og það er að segja búkefnið þá þarf eiginlega að vefja þræðinum á móti stefnunni á því sem er vöfðuð efnir búkefninu. En svo kemur yfir þetta, þá þetta líti ekkert vel út hérna akkurat núna, þá kemur yfir þetta Peacock-efni til þess að fela sárið. Ég tek mér þetta bessaleyfi og vonandi móðgast nú ekki við mig hún Helga, vinkona mín. En hún er meðlimur í Flugunýtingafélagi Vesturlands, hún sé að stofnfélagi og orkunýtari. Og næst er það bara þá græni hérna sem sé Peacockin, Synthetic Peacock Curl og þetta er 6 metrar og þetta er 1 millimetr í sem sé breidd. Það er fínt í svona þessar minni flugur að nota annan millimetr. Þeir voru fyrst með þetta bara í 3 og 4 millimetrum og nokkur í prófteiminu þegar þetta var kynnt fyrir okkur þá gerðum við athugasemd þetta þessi 3-4 millimetrar var alveg frábært sem þeir eru, það er ekkert að þeim en ef þetta væri fært í 1 eða 2 millimetra þá myndi þetta duga svo í þessar minni einmitt flugur og myndi rangeið á flugunum sem hægt að nýta úr þessu aukast til muna 2-3 svona snúninga hérna. Það er svona. Þá hafið þið hana hérna klára Moonshine fluguna. Ég veit ekki hvort þið hefði smakkað Moonshine. Ég hef smakkað hann út í Florida. Það er bara viski í runni sem er ekki látið sitja á tunnu. Þetta er bara glært, algjör ruddi sko. Ég veit ekki hvort þessi kenndi það Moonshine eða bara tunglsljósið. Tunglskinið. Þá er Moonshinein hún er Helgu klár og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og þið vitið hvað ég að gera, styrkja rásina og fylginni, deila vídeóinu og allt það. Þetta er smá lagdropa hérna í restina og munum það þetta vídeó er unni í samstarfi við Flugsport á Selfossi. En þangað til næst þá þakka ég ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeó. Takk fyrir.